og þá komið að 15. lið á dagskrá, það samskiptamáli kjörinna fulltrúa og það bæði samskiptasáttmáli á kjörinna fulltrúa, það bæði fulltrúa Andri Teitsson sem tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Byrja á að þakka bæjarfulltrúa Evu og öllu Margréti fyrir prýðilegt samstarf í vinnuhópnum sem margnefndur. Við Halla komum þarna inn í seinni hálfleik má segja, svo við höldum áfram með íþróttalíkingarnar. Komum fersk til leiks. Bæjarfulltrúa Eva bjó að reynslunni hins vegar, leiddi okkur áfram. Ég ætla að fara aðeins yfir samskiptasáttmálann eða drög að honum sem liggur fyrir okkur í dag. Þetta nú einfaldur texti og eins og hefur verið nefnt að þetta nú svona meira og minna kannski selvfølgileg og við höfum verið með okkar samskipti á þessum grundvelli í þessari bæjarstjórn. En ég vek athygli á að þetta tekur ekki bara til bæjarstjórnar, heldur líka nefndarmanna og varamanna, okkar og þeirra. Þannig að þetta nokkuð stór hópur sem að við ætlum þessum samskiptasáttmála að ná til. Og ég vil líka nefna eins og bæjarfulltrúi Gunnar ef maður rétt kom inn á hérna áðan að þessum kurteisis reglum eða hvað að kalla þetta, þeim ekki ætlað að kæfa niður málefnalega umræðu og það á að takast á málin og koma með krassandi skoðanir á báða bóga en setja það fram svona rólega og yfirvegað. En ég vind mér þá í að fara yfir þennan sáttmála. Fyrsta grein, sáttmáli þessi nær til kjörinna fulltrúa, það bæjarfulltrúa og nefndarmanna og varamanna þeirra. Önnur grein, sáttmálin gildur samskipti allra kjörinna fulltrúa í pólitísku starfi innan bæjarkerfis og utan. Þriðja grein, svona viljum við hafa samskipti á fundum. Svo koma margir punktar, við virðum skoðanir hvers annars, við erum kurteis og yfirveguð, við sýnum hvert öðru virðingu, við erum málefnanleg og hnitmiðuð í málflutningi, við höldum athygli og hlustum á hvert annað, við mætum á réttum tíma, við virðum fundarstjórn, við erum vel undirbúin, við erum hreinskilin, við rýnum til gagns, við gætum að orðalagi og fasi. Eins og þið þekkið þarf þetta að vera mjög dónalegur með bara svipbrigðum og handarhreyfingum og svo framvegis og við ætlum að reyna að forðast það. Svo kemur hérna fjórða grein sem að fjallar sérstaklega hlutverk fundarstjóra á fundum. Fundarstjóri þarf ennfremur svo koma punktar, sjá til þess að allir fái að tjá sig, passa að allar skoðanir komi fram, halda tímaáætlun, leiða fram niðurstöðu og gera stutt fundarhlé á löngum fundum. Og svo 5. grein samskiptasáttmáli þessi skal yfirfarin og eftir atvikum uppfærður á 2 ára fresti eða fyrr ef tilefni þykir. Takk. Það bæjarfulltrúi Andri Teitsson lokið málsins, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ákvað nú að bíða bara með að koma hér upp og því að til að lýsa skoðunum mínum á þessum málum sem við höfum að ræða hér. Þetta í 4 liðum og ég fannst ástæða til að koma akkurat undir þessu lið sem samskiptasáttmáli sem mér finnst afar mikilvægur og merkilegt plagg sem ég held að önnur sveitarfélög komi til með að horfa til. Þarna erum við að setja okkur svona, við erum að setja sáttmála það hvernig við ætlum að hafa okkur á fundum og ég alveg sannfærður að þetta mun svona til framtíða litið auðvelda okkur öll samskipti, þetta mun auðvelda fundarstjórn og maður hefur strax tekið eftir því sem formaður bæjarráðs að það hefur þegar farið að skila árangri, menn hefur farin að hugsa svolítið meira það að hvernig við höfum okkur á fundum, það ekki að segja það að við höfum verið að hafa okkur illa á fundum, heldur hins vegar að menn hafa svona kannski ekki verið að grípa fram í heldur beðuð orðið og maður svona kannski hefur meiri kontroll á því hvernig við tjáum okkur. Það finnst mér að finna góða. Mér langar bara svona af því að það búið að tala hérna þetta í heild sinni og bæjarfulltrúi Eva byrjaði hér hóf mál sitt og kynnti þetta, þá vil ég bara þakka bæjarfulltrúi Evu
og þessu nefndarfólki sem hefur settið með henni, Andra og Höllu Margréti sem kölluð var Margrét Halla hér áðan, fyrir þeirra störf. Mér langar líka, af því ég alveg sannfærður það að Silja Dögg, fyrrverandi bæjarfulltrúi og situr við viðtækið og horfir á okkur hér á bæjarstjórnarfundi, þá langar mig til að skila kveðju til hennar. Hún á líka sinn þátt í því að við erum að samþykkja þessa reglu hér í dag eins og þannig að hún var eins og hún kom inn á í seinni hálfleik, var ekki bæjarstjóri Eiríkur með ykkur í þessum hópi líka, þannig að hann á líka sinn þátt í þessu. Þannig að við gleymum því ekki þessu ágæta fólki. Við erum hérna að uppskera afrakstur vinnu sem er búin að taka þá 2 ár og það er búið að vanda vel til verka, en ég ætla samt ekki ég vil bara taka undir með því sem aðri bæjarfulltrúar sagt að það er bæjarfulltrúi Eva hefur náttúrulega dregið vagnin með mikilli og góðri vinnu og ber sérstaklega að þakka það að mínu mati. Ég held líka að því að bæjarfulltrúi Hlínu kom inn á það að hún nefndi sérstaklega mig og Hildu, sem ég var eitthvað sérstaklega með aðra skoðanir heldur en hann á siðareglum, þá ætla ég aðeins að benda á það. Ég held að við séum nú bara nákvæmlega eins með það, ég og bæjarfulltrúi Hlínu, þetta er nú mestmegnis common sense. Og sjálfur sér, en ég held samt að það sé gott fyrir alla að hafa slíkt á blaði vegna þess að það svona rifjar upp hvernig við ætlum að hafa þetta og hvernig við viljum hafa þetta. Þannig að ég held að þegar upp er staðið þá horfi ég á þetta með svipuðum augum eins og bæjarfulltrúar Hlynur og ég veit við gerum það. Ég held líka að því að við erum að ræða þessa verkferla, mig langar aðeins af því ég kom ekki upp á það, en ég ætla bara að klára þetta í einu pakka. Að verkferlarnir sem á setti við vorum að ræða hér í fyrsta liðnum af þessum 4, þá held ég að sé afar brýnt að hafa slíka verkferla og það sé gott fyrir bæði okkur núverandi bæjarstjórn og svo komandi bæjarstjórn að það séu skýri verkferlar þannig að það sé hægt að taka á málum ef að þau koma upp og það geta komið upp. Það er bara þannig. Við erum mannleg og við getum gert mistök öll sem eitt, þannig að við þurfum að vera þá til með verkferla til að bregðast við í þeim aðstæðum. Þannig að ég held að það sé bara af hinu góða. En ég ætla bara að lýsa því yfir að þessi samskiptasáttmáli, mér finnst hann geysilega gott plagg. Ég er sannfærður að þetta á eftir að vera til eftirbreytni fyrir önnur sveitarfélög og ég veit það þegar að það eru sveitarfélög að bíða eftir því að við göngum frá þessu og samþykkjum þetta. Þau ætla sér að taka þetta upp og koma þessu hjá sér og þá er gott að hafa kveðið Lilju. Takk. Það er bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sólu Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér finnst bara geggjað að koma upp hérna undir hverjum lið í þessum umræðum. Mér finnst þetta bara svo frábært. Já, ég er bara hef þörf fyrir að tjá mig mikið þetta. Fyrsta lagi vil ég minna á að einhvers staðar stendur skrifað að almenn skynsemi sé alls ekki svo almenn. Og en auðvitað er það líka kannski aðeins og kaldhæðnislegt, en auðvitað er bara almenn skynsemi ótrúlega misjafnt eftir í hver á í hlut. Og ég ætla bara að segja ykkur frá því að það fari gegnum þessa vinnu held ég að hafi bara í sjálfu sér já, svo ég segi allan fyrir sjálfa mig, hefur haft heilmikil áhrif á mig og á þess að ég ætla að fara í einhverja brjálæðislegar syndajátningar sem er mjög góð ábending frá bæjarfulltrúa Heimi að öll getum við gerst sekum ofbeldi. Og það eru atriði þarna sem einmitt í svona undirbúningi málsins settu af stað svona ákveðið sjálfsbætingar átak hjá mér og bara kurteisi virðingu og virðingu fyrir tíma og það kom ekki á seint og það að halda athygli og allt þetta og fullt af hlutum sem ég gat bara mjög auðveldlega bætt þarna. Og einmitt, og það sem mér finnst líka svo mikilvægt við þetta, og ég veit alveg að það eru raddir víða sem að finnst þetta bara eitthvað rugl og bull og eru þið á leikskóla eða eitthvað svona. En það bara skiptir máli að segja hvernig maður vill hafa hlutina. Þetta skiptir máli og pólitík á ekkert bara að vera fyrir fólk með ótrúlega harðan skráp. Við viljum bara fá alls konar fólk inn í pólitík og
og því fjölbreyttari hópur og því fjölbreyttara svona gerðir af geðslægi og auðvitað viljum við líka hafa ótrúlega frekt lið í pólitík en ég meina við viljum bara ekki að þessi frekt þegar þetta samtal fer fram skilji þannig að mér finnst þetta bara svo stórkostlegt að vera að samþykkja þetta og ég mun gera mitt besta til þess að standa við þennan samskiptasáttmála og hef í farteskinu þær umbætur sem ég hef undirbúið hjá sjálfri mér sem mér finnst var bara ótrúlega gott og gefandi ferli fyrir mig. En svo vil ég sérstaklega fagna því að það sé kveðið svona að orði ábyrgð fundarstjóra vegna þess að ég held að það sé pínu vanmetið og en sé lykilatriði í svona pólitísku starfi þar sem að hvort sem það í bæjarstjórn eða bæjarráði eða öðrum nefndum eða hvar og hvernig að það sem kemur saman hópur af fólki sem að hefur ólíka skoðanir, eru ólíkum áttum og ólíkum flokkum og þekkist kannski ekki neitt að ábyrgð fundarstjóra bara ótrúlega mikil og mér er svo gott að sjá einmitt þessi atriði að sjá til þess að allir fái að tjá sig og jafnvel ganga lengra en það að svona toga í skoðanir, ég meina fólk bara bara tjáningaglatt, skulum við segja, og að passa alla skoðanir komið fram og halda tíma, þetta bara svo dásamlegt. Þannig að bara fagn og takk. Bæjarfulltrúi Sólu Björk Stefánsdóttir loki máli sínu, næst tekið til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég greinilega álíka áhugasöm þetta allt saman og bæjarfulltrúi Sólu Björk. En mér langaði rétt aðeins að taka boltan þar sem að þetta með almenn skyldsemi svona almenn eða common sense not so common. Þetta alveg mikilvægur flötur þó þetta slái svona ákveðinu á dreif líka en það alveg þannig að við alltaf að rekast aftur og aftur á sömu girðingarnar jafnvel oft í okkar eigin lífi aftur og það oft gott að skoða við byrjum á því hversu mikilvæg eru samskipti og við sjáum það í öllum könnunum þegar verið að skoða þarfir til dæmis atvinnulífsins að færni í samskiptum alltaf að verða hærra og hærra metin þegar það verið að skoða til dæmis atvinnulíf og af hverju það til vegna þess að við þurfum að ná að vinna á breiðum grundvelli ef við ætlum að vera markmiðadrifin að þá þurfum að hafa eitthvað markmið og við þurfum að eiga miklu breiðara samstarf það að ná árangri, hvort sem það heiti bæjarstjórn eða fyrirtæki eða eitthvað annað ef við erum að reka okkur á klaufaleg mistöku í samskiptum sem að koma niður á árangri ekki bara fyrir utan líðan allra að bara árangur getur verið misjafnlega mikill eftir því hvernig hóp sem hefur það markmið að ná okkur árangri næra eiga samskipti sín á milli. Og við sjáum í dag að samskipti eru náttúrulega í fyrsta lagi orðin örugglega miklu meiri heldur en þau voru samskiptamiðluvegum í samskiptum og svo óbúslega breiðum grundvelli. En við erum ofta að verða klausk, hver og eitt hefur orðið klaufsk í samskiptum. Það hef ég allavega orðið og ég alveg vissum að ef allir horfi í speil þá maður eitthvað tjón orðið klaufskur í samskiptum. Og það getur verið í vináttusamböndum, það getur verið í hjónaböndum, það getur verið á vinnustað, það getur verið í bæjarstjórnum og það getur verið allstaðar. Þannig ég tek undir með bæjarfulltrúa Sólu Björk að þetta er líka tækifæri til þess að horfa í speil og segja hverjir eru mínir vankantar og hvernig get ég orðið betri, ekki bara til að sitja og benda á næstamann og segja hann að gera eða hún að gera eitthvað rangt samkvæmt samskiptasáttmálanum. Það gagnast okkur miklu minna. Ég líka svo hugsa yfir því þetta að setja á blað hlutina, hvernig ætlum við að gera þetta og þessari umræðu eru þið leikskólakrakkar, akkur þurfa að setja þetta á blað, þetta nú ekki bara allt eitthvað sem ætti að vera bara algjörlega á hreinu. Síðan þessari togstreitu skemmtanagildi stjórnmála að þau séu nú helst til litlaus á Akureyri. Hér séu allir alltaf bara eitthvað, það sé aldrei neinn að rífa kjaft og svona öskra almennlega eða búa til eitthvað drama eða jafnvel ganga svo langt að þær eiginlega næstu í krafa að vera niðurlegandi í fasi, kaldhæðin og setja fólki niður að það séu góð stjórnmál. Og mér finnst það svo umhugsunarvert vegna þess að við finnum það örugglega öll einhvern tímann í okkar baklandi þar sem kemur svona, akkur kýlur ekki bara, akkur segir ekki bara að þeim að, þið vitið,
Og síðan á móti sitjum við einhvern veginn og segjum, heyrðu, við ætlum að eiga hérna í eðlilegum skoðunarskiptum og koma að rýna til gagns og við ætlum að koma fram með gögn og við ætlum að leita lausna því við ætlum að ná árangri. Og þetta er svo mikilvægt hérna á sama tíma og eins og oft hefur komið hérna fram að það snýst ekki heldur því að það er álíka sjúkt og við höfum séð það, hvort sem það er í fjölskyldum, vinnustöðum eða hvar sem er, ef að meðvirkni verður orðin svo hryllileg að fólk getur ekki átt rökræður eða umræður eða vísa í gögn að til þess að breyta einhverju, það er líka sjúkt ástand. Það er líka mikilvægt að vera reiðubúin að hlusta. Maður mætir inn með kannski eitthvað viðhorf. Þegar maður gefur því tíma, óskar eftir fleiri aðilum til þess að koma fram með sína skoðanir, að vera reiðubúin að skipta skoðun ef að gögn eða rök færa menn á annan veg. Það er líka ofsalega mikil ábyrgð ef þú ætlar að taka eitthvað skref fram. Og þá verður að horfa til þessa. Og reyndar held ég þetta væri ágætis bara svona hjónabandsáttmáli líka, ef út í það væri farið. Hvernig viljum við eiga í samskiptum? Við erum ofta vanmeta það að ræða það hvernig ætlum við eiga í samskiptum. Og þetta er bara að hafa mjög skaðleg áhrif. En að lokum vil ég segja að brottfall úr stjórnmálum, ráðherra sveitarstjórnarmála talaði nú sérstaklega það sem áhyggjuefni, það væri brottfall úr stjórnmálum. 50% þeirra sem taka þátt í stjórnmálum og sveitarstjórnarstiginu hætta við kosningar 2 í röð. Við held ég öll hérna inni höfum líka alveg heyrt að það geti tengst meðal annars samskiptum, niðurlegandi samskiptum, kaldhænum samskiptum, þar sem farið í mannin en ekki boltan. Og þetta er kannski ekki töfralausn, en þetta er verkferli og tæki okkar til þess að gera það ekki svona, ekki bara okkar sjálfra vegna, heldur líka allra sem á eftir koma. Það er bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir Loki Málsson, ég ætla að biðja hann taka á stjórn fundarins og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég er nefnilega líka gaman að koma upp. En kannski bara því að við erum að ræða þetta svolítið vítt og breytt alla liðina og ég glimti þess að nefna undir fyrsta liðinum hvað þessi verkferlar voru ofboðslega flottir og hnitmiðaðir og hvað nýttust bara strax. Þú veist, áður en við raun samþykkt sem svona bara leiðarljós, það kom bara upp hreinlega mál, þar sem maður gæti svona átt að sjá ábyrgðarmörkum, hvert á ég að leita og hvernig er skynsamlegt fyrir mig að fara með það í gegnum kerfið ef það er eitthvað sem kemur upp á. Þannig að þú veist svona verkferla og ég sem flugumferðarstjóri, ég bara elska verkferla, checklista og alls konar. Þannig að fyrir mér er þetta common sense eins og við bæjarfulltrúa hliðinni. Þetta er algjört common sense en þetta er samt svona checklisti, þú veist. Þegar ég lesa hann þá bara velti maður samt sem fyrir vera kurteis og yfir og sýna hvort öðru virðingu og geri maður það. Líta bara aðeins í eigin barm og þú veist, hlusta ég af athygli. Þú veist, er ég á fundi og virði ég fundastjórnina, býði eftir að mér gefa óðar, þetta grípi orðið, skiljum við. Og það er bara ágætt að bara annarslagið að fara yfir checklistan og hugsa svona aðeins, hvernig haga ég mér? Já, þú veist, ég gæti örugglega eins og bæjarfulltrúi Sólu Björk og Hilda Jana líka, að þá er bara gott aðeins að fara yfir sitt eigið og sjá hvort maður getur gert betur og maður getur náttúrulega alltaf gert betur. Þannig að checklisti, ég bara elska svona og verð búin að setja þetta niður á blaði, ég geti bara gripið til einhvers þegar eitthvað kemur upp eða maður lendir í vandræðum, það er bara mjög fínt. Og ég ætla að taka undir með bæjarfulltrúa Guðmundi Baldvini að þú veist að þetta er mjög mikil og bara svolítið merkilegt að við skulum vera að setja svona augljósa kannski fyrir einhverjum hluti niður á blað og samþykkja og taka það til umræðu til þess að við efla okkur í því að halda þegar vil ég meina þessu fyrirmynda samstarfi sem er hérna í bæjarstjórn Akureyrar. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og færi hérna aftur stjórn fundarins. Já, takk. Og þá er orðið laust. En sem fleiri hafa ekki hvað sér hljóðs, þeir sem geta samskipta sáttmálan, gefið merki. Það eru 11.